Já, góðir áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi. Þetta sjónvarpsþáttur sem á vefsjónvarpi sem kallast Samstöðin, sem varð til í þessum faraldri sem að ganga yfir og á vefnum og í samkomubanni og eiginlega sprottið upp af þörfinni fyrir okkur til þess að tala saman og reyna að átta okkur á því á hvers konar tímum við lifum. Og sömuleyti vegna þess að meginströms fjölmiðlarnir hafa eiginlega verið undirlagðir í skilaboðum frá yfirvöldum, bæði sóttvarnayfirvöldum og svo ríkisstjórninni aðgerðir og kannski ekki mikið farið fyrir gagnrýni eða umræðu þær aðgerðir sem boðið upp á eða samtal það að hvernig mismunandi hópar fara í gegnum áfallið sem komið og mun koma. Því að þegar það talað út frá yfirvaldinu þá oft látið eins og við séum öll í sama báti og við séum öll að mæta sömu ógninni og við séum öll með sama kvíðan og við höfum öll sömu tækifæri til að komast í gegnum það, en þannig það auðvitað ekki. Og þessi sjónvarpsstöð, Samstöðin, búin til þess að ná saman ekki bara gagnrýni á aðgerðir stjórnvalda, heldur líka að ná saman ólíkum hópum til þess að ræða sína stöðu. Mér langar að geta þá þess að það ekki bara Rauða borðið sem á þessari stöð, heldur komið morgunþáttur miðjunnar. Sigurjón Magnús Egilsson byrjaði með hann í morgun og hann verður líka með hann á morgun klukkan 10:30. Þá tekur hann viðtal við Jón Daníelsson hagfræðing og ég viss að það verður mjög merkilegt. Á sunnudaginn Ögmundur Jónasson með vikulegan þátt sinn kvótinn heim og svo verður morgunþáttur miðjunnar á mánudaginn og ég aftur kvöldið á Rauða borðinu, en í millitíðinni byrja ný þáttur sem heitir Öryrkjaráðið, þar sem að öryrkjar munu ræða sína stöðu í þeim hamförum sem að ganga yfir. Því að það fólk sem býr kannski við meiri einangrun, allt af því fólki má eiginlega ekki fara út, það með undirliggjandi sjúkdóma, verður að gæta sig sérstaklega á kórónuvírusnum, en líka fólk sem margt býr við fátækt og ýmislegt sem tengir einangrunni og það að geta ekki sent börnin í skóla eða það að geta ekki fara út í búð, eykur kostnaðinn og gerir líf þeirra enn erfiðara. En í kvöld, á föstudagskvöldi, kominn til mín hópur af alls konar fólki og við ætlum bara að sitja hérna saman og ræða ástandið. Með mér Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, leikkona og fyrrverandi ritstjóri Kvennablaðsins, Marino G. Njálsson, hann tölvufræðingur og ég held að sé líka verkfræðingur og hann kunnur bloggari og tók mikið þátt í umræðinni hér eftir hrun. Jóhann Páll Jóhannsson, hann blaðamaður á Stundinni og núna líka í námi að skrifa ritgerð ef ég veit rétt. Ásgeir Brynjar Torfason, hann doktor í hagfræði, doktor eiginlega í hruni fjármálakerfis, var að skrifa þá ritgerð leið og fjármálakerfi hrundi, ég veit ekki hvað hann að gera núna. Og svo Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem formaður Öryrkjabandalagsins. Ég býð ykkur öll velkomin. Takk. Og ég ætla að byrja á að varpa fram spurningu vegna þess að við lifum svo skrýtna tíma. Við lifum tíma sem eiginlega sambland af einhverjum faraldri á miðöldum. Við lifum tíma sem gætu verið eins og upphafið af djúpri kreppu og efnahagslægð. Við lifum mjög skrýtna tíma og mér langar bara að kasta þér fram, hvernig tíma erum við að lifa? Já. Við erum að lifa viðmiðaskipti. Það eru vatnaskil. Það að verða mjög mikil breyting á efnahagskerfi heimsins sem að einhverju leyti var kannski frestað eftir fjármálahrunið 2008 og það ómögulegt að vita hvernig það fer. Og hvað þetta meina? Séu það sem þau lögmál sem giltu áður fyrir 2008, þá lifðum við það sem má kalla svona tíma nýfrjálshyggjunnar frá 1980 til 2008 og þá verður mikil breyting og tímabilið sem á milli 2008 fram á okkar tíma, hvers svona tímabil var það sem þá að falla núna? Já, ég veit ekki hvort það að falla en það var haldið lífi
fjármálakerfi nýfrjálshyggjunnar með því að pumpa meira fjármagn inn í kerfið. Skuldsetning fyrirtækja í Bandaríkjunum jókst 1 trilljón bandaríkjadala eftir hrunið síðasta þar til núna. Allir seðlabankar heimsins eru búin að 2-falda, 3-falda, jafnvel 4-falda efnahagsreikninginn sinn með þessari aukningu fjármagns til að halda lífi í kerfinu og afleiðingin var ekki það sem kenningarnar sögðu að ætti að gerast, að það myndi koma í gang aftur og leita í jafnvægi, heldur er verðbólgan samt búin að vera of lítil, atvinnuleysi hefur ekki náð að minnka, þó að það hafi minnkað að vissu leyti en ekki nógu mikið. Þannig að núna með þessari litlu veiru sem að hefur hræðilegar afleiðingar allan heim og við bíðum eiginlega með ómænlegar myndir fyrir framan okkur af því hvernig það verður þegar hún fer til fátækari hluta heimsins, en hún nú þegar búin að gera mjög mikið óskunda í suðurhluta Evrópu og norðurhluta Evrópu ekki enn búin að vera tilbúin að koma til hjálpar með samstöðu, þannig að það alveg ófyrirséð hvernig það muni enda, en hins vegar nú þegar á þessum vikum síðan að þetta varð öllum ljóst hversu alvarlegt þetta var, eftir að Kínverjar voru eiginlega komnir svona út úr þessu og þetta var farið að breiðast út restina af heiminum, að þá búið að gera hluti sem voru óhugsandi áður fyrr, en það samt ekki búið að gera nóg og það ekki búið að sjá fyrir endan á því hvernig efnahagsafleiðingarnar af því verða. Það hægt að breyta kerfinu til hins betra, en það líka hægt að sjá fyrir sér hræðilega vondar afleiðingar af útkominu úr þessu kerfi ef að rangar aðgerðir verða gerðar. Þú ert að tala nokkuð svona heimsendi, að sá heimur sem við lifum í áður, hann eiginlega að brotna og við vitum ekki alveg hvað svona heimur kemur. Já, ég kannski alls ekki að segja heimsendi, en það sko búið að setja efnahagslífið í frost. Og það ekki alveg ljóst hvernig á að vekja sjúklinginn aftur og hvaða partar af honum muni vakna fyrst. Ég meina, Kína að byrja að vakna aftur, það ekki vita hvort að sýkin tekur sig aftur upp þar. Ítalía var með metfjölda látinna í dag, svo spátnan að koma hratt á eftir og Bandaríkin að verða, en það ekki útséð með hvernig þetta verður hérna í norðurhlutanum af Evrópu og það alls ekki útséð með hvernig á síðan að kveikja aftur á efnahagslífinu þannig að það fari ekki mjög illa. Steinunn, hvernig líst þér á þetta? Hvernig heimlifið við það? Var huggun í að hlusta á Ásgeir? Sko, ég held náttúrulega að við séum bara að horfa upp á alveg gjörsamlega gjörbreyttan heim og ég hef lengi hugsað að það þyrfti einhvers konar hamfarir til þess að snúa við þessari þróun í heiminum, þessari hörmulegu auðsöfnun og hendur á fárra höndum og því bara hvernig við lifum, þessi taumlausa græðgi og einhvern veginn svona stjórnleysi. Og auðvitað þessi veira að hafa hræðilegar afleiðingar fyrir margar þjóðir heims og við vitum ekkert hvernig þetta fer hér. En ég held að hérna leynist líka dálítið tækifæri fyrir alla til að svona svolítið endurskoða það bara hvernig við lifum, í hvernig samfélögum við viljum lifa og á hvernig jörð við viljum lifa. Og hamfarir af þessu tagi sýna til dæmis allt í einu stórfyrirtækjum að þau verði einhvern veginn verðlaus á einni nóttu. Og hvað það sem skiptir máli í lífinu? Við höfum tækifæri til að hugsa þá hluti núna, allt öðruvísi heldur en áður og nú eru fjölskyldur neittar til samverustöðura og fólk neitt til að hugsa inn á við og kannski aðeins að fá næði til þess að sko vegna þess að áreitið svo mikið alltaf. Kannski fáum við núna í þessu undarlega og hræðilega ástandi tækifæri til að endurskilgreina það hvernig manneskjur viljum við vera á þessari jörð. Getur ekki verið að í svona tímamótum að þá óskum við öll þess að svona minn heimur komi út úr þessu, eitthvað sem ég get sætt mig við.
eitthvað sem ég hef þráð. Getur ekki verið að við fáum bara eitthvað allt annað, alveg öfugt við það sem þú ert að lýsa, við fáum bara enn verri heim, þar sem að hinir ríku munu hafa enn meiri völd og þeir munu bara strauja okkur. Jú, það náttúrulega hættan að á svona tímum rísu upp svona forræðisöfl sem taki gjörsamlega alla stjórnina. Það stóra hættan sem við búum við núna og við þurfum náttúrulega að passa upp á það að við glötum ekki algjörlega sjálfstæð okkar á svona tímum, það sem verið að passa svona upp á okkur. Jóhann, þú ert yngstur okkar, þú átt mest í framtíðinni. Hvaða framtíð erum við að fá? Nei, já, ég get ekki undir þetta með Steinunni Ólínu að það eru bæði ákveðin tækifæri en líka rosalegar hættur. Nú verið að loka landamærum allt umkring og hvernig verður þetta eftir nokkra mánuði þegar veiran hefur borist til fátækustu landa heims, munu þá ekki popúlistarnir sprett upp og krefjast þess að landamæri verði áfram lokuð og þær hömlur sem hafa verið settar á lönd heimsins að þeim verði viðhaldið. Leið sjáum við náttúrulega í Kína og þessum löndum að miðstýrt ríkisvald er að beita eftirlitstækjum í meira og í rauninni óhugnanlegri mæli heldur en nokkuð sinni fyrr. Þannig að það spurning hvað af þessu er eitthvað sem verður bara viðvarandi í framtíðin. En jú, ég tek kannast undir með Steinunni Ólínu að nú þetta ekki verið til að horfa inn á við og svo framvegis. Marino, hefur þú ekki verið að reikna út áhættu og slíkt lengi hvað alls konar setja inn alls konar ógnir inn í líkön og reikna út hvað getur komið út úr þessu? Þú getur sagt okkur að bara reynt út núna, hvað að koma út úr þessu? Já, sko, við getum tekið köldu sýnina og sagt tölfræðin segir okkur það að þetta sé miklu meira hræðsla heldur en í raun og veru ógnin er. Því að jafnvel þó við tökum Bandaríkin með sín 90.000 sýkta þá er þetta frekar lítill hluti af Bandaríkjamönnum sem eru sýktir og svo er ekkert svo ofsalega stór hluti sem er látin. Þetta svona alveg kaldhæðna sýnin á þetta bara tölfræði sýnin hvernig hlutirnir líta út. En það sem er vandinn við tölfræðina er það hvað er rosalega mikill tölfræði bjagi eða bias í þessu. Við vitum nefnilega ekkert hvað eru margir sýktir. Við vitum bara hvað eru margir greindir og ekki einu sinni víst að við vitum hvort að þeir sem eru greindir séu allir rétt greindir vegna þess að sá sem ber sýkilinn, það er kannski ekki hægt að greina hann fyrstu 4 dagana eftir að hann fær sýkilinn, en hann fór kannski í prófa á þessum tíma og þá var ákveðið að hann væri ekki sýktur. Svo kemur ljós nokkurn dögum seinna, nei, hann er sýktur. Þannig að við vitum, og það er stærsta óvissan varðandi þetta, við vitum ekki í fyrsta lagi hvað eru margir sýktir. Við vitum ekki hvað þetta hefur dreifst sér víða. Við vitum ekki hvað eru margir einkennalausir, hvað eru margir sem er að bera sýkilinn og geta þess að verið ógn í framtíðinni. Og það á jafnt við Ísland eins og önnur lönd. Ég á maka sem er með undirliggjandi sjúkdóm og við náttúrulega pössum okkur alveg svakalega vel á því hvað er að gerast. En þetta er sem sagt svona einn kalda sýn á þetta, við vitum ekki nákvæmlega hvað er að gerast. Síðan sjáum við það að af þeim sem sýkjast, að þá er það þannig að dánarhlutfallið er einhver 5–7% og þá verðum við að horfa á dánarhlutfallið þannig að af þeim sem hafa fengið endalok á sinn sjúkdóm, og þessi endalok geta bara verið 2, fólk í batni eða fólk deyr, af þeim sem hafa fengið endalok á sinn sjúkdóm þá er eitthvað 7% sem hafa látist og það er náttúrulega svakaleg tala. Það er miklu stærri tala heldur menn er að tala dagstaglega. En hitt er það að vírusinn hann er kannski að koma inn í okkar samfélag, pínlítið eins og Thanos,
nema hvað það ekki bara eitt smellu á putta sem drepur hálft mannkyn, heldur erum við að þjást í gegnum þetta og getum verið að þjást í gegnum þetta nokkuð lengi, alveg þar til við fáum mótefni við þessu, eða hægt sé að bólusetja mannkynið. Og hvað verður þá? Hvernig mannkyn munum við fá? Munum við fá mannkyn mannúðar, eða munum við fá mannkyn þar sem fjármagnin verður ennþá sterkar heldur á nokkrum stundum fyrir? Ég er svona dálítið hræddur við að þetta skiptist til helminga, þannig að helmingurinn í heiminum verður dálítið svona mun mannúðarlegri heldur en hann var og hinn helmingurinn verður miklu harðari. Já, þetta nú svona, því að tala um svona tölfræði, þá það nú svolítið svona veðmáli hjá þér að veðja bara að þetta verði 50-50, ég svona svolítið billega sloppið fyrst mér. Já, ég veit ekki, sko, ég óttast alveg svakalega það hvað gerist ef þessi vírus kemst inn í flóttamannabúðirnar í Grikklandi, Sýrlandi og Tyrklandi. Ég óttast sko, afleiðingarnar ef þetta fer út allt Indland og tala nú ekki Bangladesh og nú þetta farið að aukast í Pakistan. Ég hef líka sko, beygvarðandi því hvað gerist fyrir Sub-Sahara Afríku. Ég meina löndin þarna sko rétt fyrir sunnan Sahara, við erum með Nígeríu upp á 250 milljónir og öll þessi lönd. Og þannig að þetta getur farið alveg svakalega illa. Það það sem sko, við getum lent í Thanos áhrifum, þessi fingrasmellurinn hann þurrkar út stóran hluta mannkynni. Já, en þurfum við Harpa talandi svona vatnaskil og hvorum megin við lendum, hvort að við lifum í betri heimi eða verri heimi, að þú og fólkið í Öryrkjabandalaginu, þið hafið verið í baráttu í góðarinu við að bara fá tekjur til þess að geta lifað af, þannig að þið þolið varla verri útkomu, þið verðið eiginlega að berjast fyrir því að við fáum betri heim út úr þessu. Já, það alveg rétt. Ég vona bara að við á Íslandi og megin í bara lendum inn í þá heimi mannúðar eftir þennan faraldur og við tökum þann pól í hæðina að verða mennskari og horfa meira inn á við eins og Steinunn Ólína talaði og taka utan hópa sem eru jaðarsettir og við virkilega berum gæfi til þess að breyta einhverju. Ég þó, maður verður að leyfa sér að vona. En ástandið eins og að svona kristallast fyrir okkur í dag og afhjúpast, þá afhjúpar þá staðreynd að gríðarstór hópur býr núna við svo mikla fátækt að hann hefur ekki efni að borða, hvað þá heldur að leysa út líf. Fólk hefur, öryrkjar hafa verið dálítið faldir í samfélaginu vegna þess að þeir náttúrulega láta örorkulífeyrinn sinn ganga upp í leigu, fyrst og fremst reyna að tryggja sér húsnæði og þeir hafa lært það, þeir geta farið og tryggt sér mataraðstoð á annan hátt. Örorkulífeyrir það lágur í dag, fólk getur ekki bæði borðað, borga lyfin sín og borga leiguna. Það bara ekki möguleiki. Og þá bara, við sjáum það bara rosalega vel í dag að stjórnvöld hafa brugðist, þau hafa á engan hátt sinnt örorkulífeyrisþegum eða öryrkjum eins og það hefði átt að gera. Hópurinn hefur verið skilinn eftir frá því hruni og eins og ég sagði áðan, þá bara sjáum við að ástandið í dag afhjúpar óbáslega þessa, bara hvað stjórnvöld hafa í raun og veru verið aðgerðalaus. Já, Ásgeir Brynjar, maður heyrir svolítið hjá þeim að það eru svona skarpari skil. Það eru skarpari skil milli norðurs og suðurs, það eru skarpari skil milli stéttanna. Eru líkur á því að komandi kreppa sem við erum líklega komin inn í,
muni magna upp átök milli samfélaga og innan samfélaga? Já, það allavega hætt á því. Ég hvorki sérfræðingur í sjúkdómnum eða faraldrinum eða í henni pólitísku hlið þannig, en sko það augljóst að eftir fjármálakreppuna að þá varð viss svona eigna tilfærsla til. Það að Seðlabankarnir pumpi út peningum í hagkerfið sem að nýtist fyrirtækjunum mest varð til þess að og það hafði reyndar byrjað áður en að millistétt og lægristétt hafði orðið eftir, og það held ég orðin almennu samdóma svona samkomulag það í fræðanum að það var bakgrunnurinn að bæði Brexitinu í Bretlandi og kosningu núverandi forseta Bandaríkjanna. Það að segja óánægjan sem að því hlaust, en núna erum við náttúrulega að gera aðra hluti. Það er sko gífurleg aukning í ríkisútgjöldum út allan heim, þannig að og Seðlabankarnir eru að gera þetta á flestum stöðum í samhengi við fjármálaráðuneytin, þannig að þessi svona akademíski munur á það sem kallað fiscal policy og monetary policy, það segja peningastefnu Seðlabankanna og ríkisfjármálastefnunni hjá fjármálaráðuneytunum, að þessi munur orðin svona í praktíkinni mun minni en hann var áður, og þess vegna maður að sjá núna nýja hluti gerða. Það segja að það alveg pumpað út stuðningi til ekki bara fyrirtækja, heldur líka einyrkja, fólks í öllum atvinnugreinum, þar að segja síðan verið að tala á mismunandi stöðum hve mikið á að styðja stórfyrirtækin sérstaklega. Eru þessi aðgerðir ekki að hluta til vegna vaxandi ójöfnuðar á árunum á undan, að stjórnvöld meti þessi svo að ef þau ætla að komast í gegn með það að styðja fyrirtækin, þá verða þau einfaldlega að láta töluvert af fjármunum renna til þeirra sem að hafa kannski komið verst út úr alþjóðavæðingunni og svona umbreytingum samfélagsins á síðustu árum. Ég veit ekki hvort að það er ástæðan á bak. Ég held að sko sjokkið svo mikið, og þetta er svo ný tegund af krísu þegar allt efnahagslífið sett í frost. Það er bæði framboðsskellur og eftirspurnaskellur. Þetta er ekki samkvæmt neinum hefðbundnum bókum, og þess vegna sjá menn að það sem kallað sjálfvirkir sveiflujafnarar, sem svona eins og demparinn í kerfinu, þar að segja atvinnuleysistryggingasjóðir og þess háttar innbyggð kerfi sem eiga að taka á efnahagssveiflum þegar þær eru svona eðlilegar, að menn sjá algjörlega að maður er að keyra ofan í svo mikla holu að demparinn ræður ekkert við þetta eða bíllinn, sko. Þannig að það er gripið inn í að miklu stærri skala heldur en nokkuð tímann hefur áður sést, og það sést í tölunum atvinnuleysi rýkur upp, en allir eru að vona að þetta vari stutt, og þess vegna eru menn líka til í að setja svona mikinn kraft í það sem er pumpað inn í kerfið úr öllum áttum til þess að halda því gangandi. En það var það sem ég var að segja í byrjun, síðan bara bæði vitum við ekki hvað veiran er lengi að ganga yfir, þó við séum byrjuð að sjá það í Kína, að það var ekki víst, og síðan vitum við ekki heldur hversu lengi þessi svokölluðu hjól atvinnulífsins verða í að koma sér í gang aftur, og hvernig þetta skyndilega stopp og þetta frost, hvernig það verður, hvað maður að segja, hversu hress við komum út úr því, hversu, bæði hversu mikið við höfum breytt okkur, sem Steinunn var að tala um. Það er örugglega þetta sleppa heilmikið af fundum og ferðum milli landa og fundi og ráðstefnur, því það er miklu betra að halda það á Zoom heldur en að vera setja fólk upp í flugvélar og keyra það á milli. Það mun hafa einhver efnahagsáhrif sem að mun hafa
einhver varanleg áhrif mögulega á kannski leysir það einhver leyti max 8 vandan hjá Boeing eða allavega sömu flugfélögum sem voru með. En Boeing var ekki til í að fá ríkisstuðning ef þeir þurftu að gefa eftir eigið fé á móti. Þannig að þetta svona allt sem í óvissinu sem við eftir að sjá hvernig kemur út. Að þegar að ríkisstuðningurinn fer að beinast að tilteknum félögum, hvað menn eru til í að svona hugsa hlutinu upp á nýtt. Bankarnir allavega í Ameríku voru strax til í að hætta við bónusa og bíða með arðgreiðslur til þess að fá hjálpina, því þeir sáu fram á hvað mikla hjálp þeir þyrftu. Jóhann, má ég að spyrja þig aðeins að því að þú hefur verið að skrifa efnahagsaðgerðir okkar ríkisstjórnar. Einmitt. Hefurðu náð að bera það eitthvað saman við efnahagspakka stjórnvalda í löndunum í kringum okkur? Já, svona lauslega. Þetta var kynnt svona eins og við verum best í heimi svolítið. Erum við best í heimi þessu? Einmitt. Sko, það sem kannski kemur mér einmitt sérstaklega óvart varðandi þetta hvað, sko, björgunarpakkin hérna á Íslandi ótrúlega lítilfjörlegur og þunnur 13 miðað við það sem er verið að gera annars staðar. Eins og bara að lesa núna bara sko ríkistryggð lán, lánafyrirgreiðslur með ríkisábyrgð hérna í Bretlandi nema held ég 330 milljörðum punda sem eru cirka, sko, sem eru 14% eða eitthvað svoleiðis af verkri landsframleiðslu Breta, meðan þessi brúarlán á Íslandi og ríkisstuðningurinn, eða ríkisábyrgðin þar upp á 81 milljarð eða 2,7% af verkri landsframleiðslu. Og svo þetta ennþá minna allt saman og fátæklegra, sko, þegar kemur að beinum útgjöldum ríkissjóðs, þá þetta í rauninni miklu ódýrara heldur en til dæmis skuldaleiðréttingin sem Bjarni og Sigmundur byggðust í. En af hverju heldur þetta sé? Heldur þetta sé vegna þess að stjórnvöld hér eru eiginlega svona á eftir á að séu að bregðast við ástandinu eins og það var metið að væri fyrir 3 vikum eða eru við bara með öðruvísi stefnu að við viljum bara ekki hjálpa fyrirtækjunum á mikið eða samfélaginu, heldur viljum við bara frekar sjá það bara kossa? Gæti verið eitthvað svoleiðis, sko, kannski einhvern veginn hagsmunamatið þannig að það sé betra að sko ferðaþjónustan muni kortið ekkert geta náð sér nema þá með einhverjum viðvarandi ríkisstuðningi í marga mánuði eða ár og þess vegna sé betra en þetta sko það kemur manni svolítið óvart einmitt vegna þess að hlutdeild ferðaþjónustunar í verkri landsframleiðslu og bara störfum á Íslandi svo miklu meiri heldur en í löndunum í kringum okkur, svona 2-falt meiri heldur en í Danmörk og Noregi til dæmis, þar sem verið að setja miklu meira fé og og verið að auka útlána getu bankakerfisins miklu meira heldur en hérna. Þannig að sko, já, þeir Gabriel Zucman og Emmanuel Sayes, franskir hagfræðingar við Berkeley háskóla hafa sem sagt hvatt til þess að farin sé sú leið núna að ríkið gerist eins konar launagreiðandi eða þrautavara greiðandi til þess að koma atvinnulífinu yfir vestan-hjallan og þannig bara hindra að það verði algjör efnahagsleg eyðilegging, bara einhver efnahagsleg auðn eftir að þetta gengur yfir. En og það er svona aðgerðirnar í Danmörku til dæmis eru í þá áttina en ég veit ekki alveg hvað veldur því að Íslendingar eru að fara svona allt aðra leið heldur en bæði til dæmis hægri stjórnin í Bretlandi það sé og ríkisstjórninnar á Norðurlöndunum. Hluti af aðgerðunum hér var þessi 25% leið að ríki komi raunverulega inn og greiði 75% af launum fyrirtækjanna. Já, einmitt. Það er upp á 20 milljarða ef ég man rétt. Einmitt. Og það í rauninni langt besta og markvissasta aðgerðin sem hefur verið reyndast að hinga til. En þá skulum við hafa í huga sko að frumvarpið eins og það var fyrst var alveg svakalega fátæklegt og það er ekki fyrr en eftir að samtök launafólks, ASÍ, BSRB og fleiri fóru í hart og kröfðust þess að þetta væri gert almennilega og eftir að stjórnarandstaðan gerist lítið sama og þátti sér stað heilmikið vinna í velferðarnefnd sem það frumvarp er orðið svona ásættanlegt. Þannig að hvað segir það? Steinunn,
Nú lifum við hérna svokölluðu fordæmalausu tíma og það allir sem að segja okkur að við veitum ekkert hvað að gerast, við veitum ekki hvert við erum að fara, en svo koma alltaf stjórnvöld til okkur og segja að við erum með lausnina. Þetta allt under kontról hjá okkur. Og við eigum að fyllast öryggis yfir því að við sem í góðum höndum, bæði hjá sóttvarnayfirvöldum og svo hjá ríkisstjórninni og sérstaklega fjármálaráðherranum sem eiginlega með öll spil í hendi sér núna. Já. Hvernig upplifir þú þetta? Fyllstu öryggistilfinningu þegar þú situr heima í stofu, núna komin á strandir, kannski á flótta undan sjúkdómnum, ég veit það ekki, og þurfa hlustar á stjórnvöld raunverulega að halda þig fram að þú þurfa ekki að hafa áhyggjur, við munum sjá þetta. Já, sko, þessi svo kallaða framvarðasveit, þetta allt frábært fólk og stendur sig vel, en við megum ekki hægt að hugsa sjálf. Ég held að það sé alltaf rosalega mikilvægt að við hugsum sjálfstætt og það ótrúlegt svona leiðtogablæti í Íslendingum og við viljum frelsara og leiðtoga sem við getum leitt og treyst og trúað á. Mér finnast aðgerðir ríkisstjórnarinnar alls ekki fullnægjandi og alls ekki koma til móts við til dæmis litla atvinnureikendur sem eigi ekki eigið fé, get ekki borgað þessi 25% og þá skerðast laun fólks verulega. Ég á lítið fyrirtæki sem búin að missa allan business núna og það var viðbúið og við lifum þetta örugglega ekki af og erum ekki aðstödd að fá neina styrki og þau lán sem verið að bjóða eru bara mjög hættuleg fyrir fyrirtæki vegna þess að raunverulega þetta bara hægfara eigna upptaka eða fyrirtækja upptaka. Fyrirtæki sem að fara að skuldsetja sig núna með einhverjum lántökum eiga þá að hættu að geta eftir einhverja mánuði alls ekki staðið í skilum og missa fyrirtækin og þá erum við ennþá að þjappa saman fyrirtækjum og fara hendur. Það sem að mér finnst mjög athyglisvert núna það að það mjög mikið af einyrkjum sem hafa verið bara á síðustu dögum að breyta sinni starfsemi, til dæmis mörg veitingahús sem að hafa orðið að loka en hafa búið til raunverulega mötuneyti fyrir fólk til að sækja mat og þessi litlu fyrirtæki að sýna samfélagslega ábyrgð. Þau að bregðast hratt við, þau geta það, þau eru smá í sniði með fátt starfsfólk og þessi fyrirtæki sem að hjálpa til á heimamarkaði, þau ættu að fá einhvers konar aðstoð. Og svo finnst mér náttúrulega að það séu tækifæri til dæmis að ríki ætti núna bara að ráða alla dugandi menn og konur og við ættum að byggja hér almennilegan spítala. Við getum öll farið í byggingavinnu og við sem ég meina við getum það alveg og við getum framkvæmt ótrúlega marga hluti saman núna ef við færum í að fókusera á það til dæmis að tryggja hérna betra fæðuöryggi og bara sinna þeim garði sem við búum í. Þú ert eiginlega að tala það sem væri hægt að kalla stríðshagkerfi. Það sem að ríkisstjórnin myndi stíga inn í og raunverulega aðlaga alla virkni í samfélaginu að því að lifa í gegnum þessa tíma sem við erum að lifa í staðinn fyrir að sko tillögur ríkisstjórnarinnar eða ráðagerðarinnar það að tryggja það að við komumst einhvern veginn upp úr þessu hinum megin eins og þessi sami heimur sem við erum að ganga inn í. Sko, ef við getum áfram óhult eftir einhverja mánuði eða ár ferðast heiminn, þá verður Ísland áfram vinsæll ferðamannastaður. Ísland verður ekki vinsæll ferðamannastaður næstu 2-3 árin. Það alveg á hreinu. Þetta mun taka miklu lengri tíma heldur við höldum að komast tilbaka. Og næstu 2-3 árin, þá ættum við að vera að passa upp á okkar eigið samfélag. Ég meina, ríkið átt að taka yfir klínikin og alla þessar einkastofnanir og bara þjóðnýta þetta eins og Spánverjar gerðu við sína spítala og við eigum bara að vera að byggja upp okkar heimamarkað, hvort sem það í grænmetisræktun eða matvælagerð eða hvaða nú og hugsa að passa upp á okkar samfélag og fólki sem býr hérna. Marino, í síðasta hruni þá mistið þú trú á stjórnvöldum og á svo fleirum stofnaðir hagsmunasamtök heimilanna. Ertu búin að fá aftur trú á stjórnvöldum? Finnst þér þú verið í öruggum höndum? Nei, ég það ekki, mér finnst það ekki. Mér finnst vera allt of mikið, sko, það eins og menn vilja aldrei ganga alla leið. Það eins og, sko, það eins og aðgerðin daginn, menn að ég var nú ekki lengi að rekna út að það voru 66 milljarðar sem komu frá ríkinu og hitt átt að koma frá einhverjum öðrum, eða voru seinkanir. Og það
Ég veit það ekki hvort að menn skilji ekki vandann sem þeir við að eiga, að þeir skilji það ekki að þegar fyrirtæki verða fyrir þessu gríðarlega greiðslu eða tekjufalli sem núna að þá sitja þau samt áfram eftir með 30, 40, 50, jafnvel 70% sínum útgjöldum og þú getur ekki borgað reikninga að þú færð ekkert inn. Og það ekkert gagn að því að taka einhver lán ef lánin bera 7% vexti vegna þess að það er bara hengingaról. Þannig það sem í dönsku aðgerðunum að þá var meðal annars að ríkið stígur inn og borgar húsaleigu og fastan kostnað hjá minnstu fyrirtækjunum og svona meðalstóru fyrirtækjum. Jú, en við erum líka að sjá það, núna var bestseller að tilkynna í hvort það var í dag frekar en í gær að þeir ætla að fara að loka öllu sínu vegna þess að þeir og ætla að neita að borga húsaleigu. Þannig og þetta náttúrulega stórt fyrirtæki í fattabransanum og ég held að það verði svona dálítið mikið hér á landi að ofsalega mörg fyrirtæki mun ekki að efna á því að borga húsaleigu og þeim gagnast ekki það að fá einhver greiðslufrest. En það sem ég myndi vilja sjá ríkisstjórnin að gera það að ábyrgjast, semst ekki bara að ábyrgjast lánin, heldur hreinlega að borga vexti á lánunum. Þannig ef þessi fyrirtæki að fá, segjum 200 milljarða af lánum og við skulum ekkert segja það að þau hafi ekki efna á að borga lánin, en ef ríkisstjórnin tæki nú að sér að segja við ætlum að borga alla vexti af þessu lánum og þó að þessi lán væri með 7% vöxtum, 200 milljarða, þá var það 14 milljarða sem ríkið myndi borga í vexti á ári. Það engin svaka tala, en það geti munað alveg rosalega miklu upp á greiðsluflæði hjá fyrirtækjum. Það hefur líka verið talað þetta gagnvart heimilunum á að frysta verðtrygginguna. Nú komu verðbólgutölur í dag og verðbólgan hefði lækkað og það var svo sem í samræmi með það sem ég átti von á. Og við vitum ekki hvað verður í næstu verðbólgutölum eftir mánuð. En þá verða stjórnvöld að mögulega vera tilbúin að koma inn og segja já, við erum hugsum að bjarga heimilunum einhvern hluta af þessum verðbótum sem þá lögðust á ef það kemur í ljós að verðbólgan fer af stað. Þannig að mér finnst einhvern veginn eins og ríkisstjórnin þurfa að vera miklu djarfari í sínum hugmyndum og hún alls ekki nógu djarf í þeim hugmyndum sem kom daginn. Síðan eins og Þuríður Harpa sagði áðan að öryrkjar og lífeyrisþegar þeir hafa alltaf setið eftir og það ekki bara Þuríður Harpa frá hruni, þeir hafa setið eftir síðustu 30 ár ef ekki 40 ár. Og þetta svona einhver vandi sem búin að vera svo viðloðandi svo lengi að það nánast vonlaust að grafa sig út úr þessum skafli. Vissulega hafa kjör ellilífeyrisþega skánað talsett upp á síðkastið, það hefur orðið breyting þar en örorkulífeyrisþegarnir ennþá á þessum stað og þetta það sem stjórnvöld virðast aldrei skilja og þau mun ekkert skilja það núna og þau mun alls ekki nota tækifæri núna til þess að reyna að hjálpa þessum hópum sem eiga að hafa það mjög skýrt. Þuríður Harpa, má ég spyrja Þuríður Harpa þess vegna þess að það hefur komið fram í umræðinni að til dæmis verkalýðshreyfingin komst bara að eiginlega einu máli við undirbúning aðgerða ríkisstjórnarinnar sem var eiginlega þessi snýri beint af vinnumarkaðnum sem var atvinnuleysistryggingasjóð og þessar 25% aðferðu að halda fólki viðhalda ráðningarsambandinu svokallaða. En að öðru leyti þá var verkalýðshreyfingin ekki aðila þessu. Hafa stjórnvöld talað við Öryrkjabandalagið aðgerðir til þess að mæta þessum dal sem erum gangi í gegnum, Þuríður? Í raun og veru hafa þau ekki gert það. Við sáum þessi fjáraukalög og við brugðust við þar vegna þess að við sáum að það var ekki stafur að það eitthvað að bæta í eða gera eitthvað varðandi örorkulífeyrisþega. Þannig að við settum inn umsögn og fengum þá áheyrn hjá fjárlaganefnd
og við vorum beðin að koma með tillögur af því sem að okkur þætti nú brýnast að eru gert, en það mætti náttúrulega helst ekki kosta neitt, allavega ekki mikið, og það er svona venjan að menn tala með þeim hætti. Og þar að auki að þá var þetta eitthvað sem að við ættum að koma til að myndi vera hægt að græja fljótt. Og við komum með ákveðna tillögur þarna til þeirra og leið þá óskuðum við eftir því, bæði var þetta svona atvinnuskapandi tillögur og svo líka bara einfaldlega að óskuðum við eftir að þeir myndi bara bæta inn í annarkvort grunnlífeyrir eða tekjutryggingu, bara verulega, þannig að fólk sæti ekki heima hjá sér og silti núna sveltandi heilu hungri. Þannig að... Og hvað kom út úr því? Var þetta samþykkt? Nei, hvað heldur þú? Nei, ég held að nú að fæst hafi nú verið samþykkt, en þetta samt kom okkur aðeins kannski inn í umræðuna og ég að vonast til þess að það verði, ég vonast til þess að stjórnvöld gera eitthvað, en ég hef hins vegar svona ákveðna viss það að það verður ekki stórkostlega framkvæmdir í þágu öryrkja eða örorkulífeyrisþega, þau munu, og kannski geti tekið undir þetta sem að Marino var að tala áðan, því miður að þá ég hrædd að örorkulífeyrisþegar verði skildir eftir eina ferðina enn, og af því að hann var talin 30-40 ár, að ég alveg sammála því, en frá 2007 hefur hins vegar orðið gríðarlega mikil, rýrnun á örorkulífeyrir, og við getum sett að 2007 þá var örorkulífeyrir á pari og aðeins hærri heldur en lágmarkslaun, og síðan þá erum við að horfa upp á að 100.000 króna kjaragliðnun, að það er að segja að örorkulífeyrir er 100.000 krónum lægri heldur en lágmarkslaun, og það er eiginlega alveg ótrúlegt að það skulle hafa gerst á þessum tímum sem við erum búin að fara í gegnum þetta hrun og svo uppbyggingarskeið og gríðarlega mikið ríkidæmi sem að landið hefur búið að, en aldrei, hvorki nú eða þá, eða meðan allir eru í blúsandi uppsveiflu, er tími til að skoða það að hækka örorkulífeyri og reyna að draga upp þennan hóp sem að býr við lökust kjör og vestar aðstæður á Íslandi. Það verður bara Ásgeir Brynjar, einu sinni við tilheyrði hagfræðinni eiginlega svona stjórnmálafræðinni, hvernig við ætlum að stýra samfélagunum, og ég ætla að spyrja núna eins og Asni. Nú stöndum við sameiginlega frammi fyrir mikilli vá og miklum erfiðleikum. Og þá langar að spyrja, hver á að ákveða hvaða leið við förum í gegnum þetta? Er þetta tæknilegt úrlausnarefni hjá einhverjum seðlabankastjórum sem að munu finna einhverja tæknilega lausn á þessu? Er þetta fyrst og fremst ákvarðanir þeirra sem voru kosnir í einhverjum allt öðru samfélagi fyrir einhverju stuttu síðan að þeir eru að koma með lausnina? Og er það þannig að það sé ekki bara pláss fyrir svona tilraun til svona lýðræðislegs samtals inn í samfélaginu það með hvaða hætti við erum að fara út úr þessu? Erum við bara á svo miklum háskatímum að lýðræðislega samtalið er eiginlega bara fyrir, þingið er meira og minna komið heim, það var bara að afgreiða tillögur framkvæmdarvaldsins, borgarstjórn er komin heim, búið að flytja valdið inn í borgarráð, fjölmiðlarnir eru meira og minna uppfullir af tilkynningum frá stjórnvöldum og svona samtalið þar sem að fólk getur verið svona hægt og bítandi að átta sig á því hvað er þetta sem er að koma yfir okkur og hvaða leið við viljum að fara í gegnum það er eiginlega ekki til staðar. Nei, það er náttúrulega gífurlega mikilvægt að lýðræðið lifi af þessa holskeflu og við verðum held ég að halda í grunngildi þess hér þó að sum ríki til dæmi sem eru minni lýðræðisríki en við hafi náð eitthvað betri tölfræði út úr sjúkdómsstöðuninni af því að þeir fóru inn í til dæmis alla síma hjá fólki og þess áttar. Við verðum að passa að halda grundvelli réttaríkisins og persónuvernd og þess áttar
í heiðri og það náttúrulega við erum með stjórnmálamenn kosna til þess að kljást við útdelingu fjármunana og síðan erum við með það sem kallað sjálfstæðar stofnanir eins og Seðlabankar sem eiga að gera sinn hluta af því. Það hins vegar heilmikið talað það í umræðin úti núna á ráðstefnum sem ég verið á svona Zoom að sjálfsögðu það líka svolítið akademískt hugtak að það með sjálfstæði Seðlabankanna því við sjáum að það eru samræmdar aðgerðir milli fjármálaráðuneytanna og Seðlabankanna. Vandinn kannski birtist í því núna eins og Evrópu sem ég hef fylgst einna mest með að þar sko ósamstaðan hvað mest á hinu pólitíska sviði. Á Seðlabankasviðinu voru menn á undan með pakkan. Þú sér þetta sama í Bandaríkjunum. Bandaríski Seðlabankin kom með 4 trilljónir í upphafi þingið. Það þurfti 3 tilraunir til að ná 2 trilljónum bandaríkjadala í gegnum þingið. Annað dæmi bara síðan í dag að því að Hollendingar eru búin að vera eiginlega stöðva núna í Evrópu það að það verði komið svona samstöðuhjálp sem nýtist Ítölum og Spánverjum og fleirum að þá bara á Twitter í dag sko þá var seðlabankastjóri Hollands að segja í debatt við forsætisráðherrann í Hollandi og mundu seðlabankastjóri Hollands situr í bankastjórn Evrópska seðlabankans sem búinn að koma með pakka að þar segir Klaas Knot seðlabankastjórinn í Hollandi þegar að þú sér hertrukka uppfulla af líkum, keyrandi að leita að líkhúsum, að þá hlýtur að vera komin tími fyrir samstöðuna. En hollenski forsætisráðherrann segir við ætlum ekki að fara að skuldsetja okkar skattgreiðendur til að borga skuldir Ítalíu eða Spánverja. Þannig að svona langt þetta komið. Og tíminn erfiðasti faktorinn í þessu og breytingin á eiginlega, ég veit ekki hvernig á tíða mindset, svona hugsana kerfinu okkar, að það þarf að geta breyst svolítið hratt núna þegar aðstæðurnar að breytast svona svakalega hratt og svo ég veit í annan seðlabankastjóra sem nýhættur í Evrópska seðlabankanum, Mario Draghi skrifaði alveg mjög merkilega grein í Financial Times fyrir vikunni, þar sem hann var að segja nákvæmlega þetta, það þarf að í þessum ófyrirséðu aðstæðum, þá verðum við að vera tilbúin að aðlaga hugmyndafræðin okkar og breyta, henda burt gömlum ideológíum og aðlaga mindsetið af því að sko, nákvæmlega sem Steinn Ólína var að lýsa á hann, efnahagsreikningar fyrirtækjana, sérstaklega lítilla og meðalstóra fyrirtækja, þeir eyðileggjast bara mjög hratt og eini efnahagsreikningurinn sem til að bjarga þeim efnahagsreikningur ríkisins og efnahagsreikningur Seðlabankans þar meðtalinn. Þannig að það í raun og veru það sem að menn sjá að verði að gerast, hins vegar ekki til einn handbók, hvernig á að fara að því. Og krísur færa einmitt sko, heim sanninum hversu hratt sköpunargáfan getur virkjast og það einmitt í litlu fyrirtækjunum sem það gerist mjög hratt. En sko, vandinn hins vegar að ef að það ekkert sjóðstreymi, að þá ertu mjög fljótur að stöðvast. Steinar Ólína, ég ætla að fá enda hjá þér norður á Ströndum til þess að breyta hugmyndum okkar og svona mindseti og að þá þurfum við eitthvað vettvang til þess. Við þurfum fjölmiðla og samtal og nú samkomubann þannig að við getum ekki hist út á götu og við getum ekki mótmælt og það. Þú varst einu sinni með Kvennablaðið, ertu sem að endurvekja það kannski? Já, ég hef einmitt verið að hugsa það að það væri sérstaklega góð hugmynd í þessu árferði að fara út í þann vonlausa bransa og opna aftur fjölmiðil vegna þess að ég held að við þurfum fleiri vettvanga, þú ert að gera frábæra hluti með þennan þátt og það mjög mikilvægt að við fólki í landinu höldum áfram að tala saman, sérstaklega þegar raddir yfirvaldsins eru svona háværar. Og það mjög mikilvægt að við höldum áfram að hugsa sjálfstætt. Ég ákvað að taka börnin mín úr skóla í síðustu viku og vegna þess að það svona uggur í mér gagnvart þessari flensu. Ég trúi því ekki að
að börn get ekki veikst. Börnin mín eiga bara eitt foreldri, ég reykti hálft lífið, mig langar ekki að veikjast á þessari pest og það verður hver og einn svolítið að passa upp á sig og taka ákvarðanir sem að henta hverri fjölskyldu fyrir sig. Þetta kallar auðvitað á alls konar svona frústrasjónir í miklum samverum við fjölskylduna en það getur verið lærdómsríkt fyrir alla. Ég hugsa oft út í það, hvernig sé núna hjá hjónum sem eru kannski hittast ekki nema helgar, fólk sem vinnur mikið erlendis og stöðugt á flakki og þarf núna að eyða miklum tíma saman, hvernig árekstrar eru það. Þetta getur verið mjög góð stúdía fyrir fjölskyldur að hugsa hvernig erum við samsettar og hvernig viljum við fungera. Ég hugsa líka mikið fólk núna sem mjög veikt inn á spítulunum og vegna þess að ég veit ekki hvernig það væri að lifa þessa tíma og eiga ástvini sem væri mjög veikir og illa staddir. Ég finn mjög mikið til með því fólki en já, ég að hugsa að opna Kvennablaðið aftur. Ég náttúrulega get ekki, ég svo heppin að vera á launum hjá Þjóðleikhúsinu einhverja mánuði viðbót og átt að vera að æfa Kardimmómubæinn og mér finnst það eiginlega að vera svona samborgaraleg skylda mín að kannski halda þess að reyna að opna þennan vettvang aftur svo að fólk geti haldið áfram að tala saman og einmitt kannski tala eitthvað annað heldur en bara tilkynningar yfirvalda. Það eru góð tíðindi og við óskum góðs gengis en þátturinn búinn í kvöld. Ég þakka kærlega viðmælendum mínum, Marino G. Njálssyni, Jóhanni Páli Jóhannssyni, Ásgeiri Brynjari Torfasyni, Þuríði Hörpu Sigurðardóttur og Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur sem var að tilkynna það að hún ætlar að endurreisa Kvennablaðið. Ég bið að heilsa ykkur öllum og þakka ykkur kærlega fyrir samveruna og ég bið að heilsa ykkur öllum sem að hlusta og þakka ykkur samfylgdina og óska ykkur góðra helgi. Hérna í fyrramálið á sama stað og sömu rás verður morgun þáttur miðjunar þar sem að Sigurjón M. Egilsson ræðir við Jón Daníelsson hagfræðing þetta sama efni, kreppuna sem að við erum komin í og munum þurfa að gangi í gegnum. En takk fyrir í kvöld. Takk. Takk fyrir. Takk.